Við erum búin að vera að reyna að byggja upp þorskstofninn í áratugi án nokkurs árangurs annars en þess að aflið sífellt minnkandi. Nú erum við að veiða bara 160.000 tonn og það virðist hvorki ganga né reka með þetta. Það er fróðlegt hérna að fara aðeins aftur í tímann og skoða 10 ára gamalt viðtal sem ég átti við Stöð 2 þegar það var skorið niður á þeim árum upp á 2000. Og fróðlegt að segja hvað ég segi þá og hvernig það hefur ræst og komið fram raunverulega það sem ég sagði á þessum teipi. Við skulum aðeins kíkja á þetta viðtal. Það er í Klaftón með fínt lag, en það er í dag sem að Hafró mun kynna ráðgjöf sína til sjávarútvegsráðherra. Já, og fátt er nú meira sem skiptir okkur, eða fátt sem skiptir okkur nú meira máli heldur en blessaður þorskurinn. Það segðu. Það verður að tala að það verður skorið aftur niður 30.000 tonn í ár eins og í fyrra og það er verðmæti upp á einhverja 6 milljarðar sem að þjóðarbúið verður af og þá er búið að skera niður 60.000 tonn á 2 árum og til hvers var þá verið að byggja upp, spyr sá sem ekki veit. Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, þú hefur verið að gagnrýna aðferðafræði Hafró í ansi mörg ár og þú virðist hafa haft innistæði fyrir þinni gagnrýni. Já, það byrjaði nú 84 þegar það kom mjög svört skýrsla, það er þetta að skera niður og ástæðan var svo að fiskur hefur lést svo mikið, hann hefur horast og þess vegna þurfti að draga saman. Og það var alveg gagnstætt því sem ég var að gera þá og fleiri. Það vorum við í sílungi í vötnum og ef að fiskur fer að horast þá er ráðið að veiða til þess að fækka á fóðrum og þeir fá að í sig. Og þannig byrjaði það og við vorum kannski að segja það þá að það væri hættulegt að friða og kannski hættulegra heldur en að veiða. En hvernig stendur það nú finnst mann þetta svo liggja í augum uppi ef hann fer að horast? Þetta er jú lifandi kvikindi. Ef hann fer að horast, af hverju halda menn svona fast við hitt? Það hefur verið sagt og þeir hafa sagt að þorskur er langlíf skepna og hann þolir hungur mjög vel. Og bent á það að það sem hann er kannski einhvers staðar í haldi og fær lítið í þetta, þá verður hann slappur en hann kannski deyr ekki inn. Það er nú alveg eins og með fangarn í stríðinu. Þeir lifðu í fangabúðunum en það var ekki hægt að senda það út í stríðu. Það er sem sagt í samkeppni í náttúrunni fiskur sem er honum slappur og mandalítill, hann er annarkvort í étinn eða deyr. Þannig að þínar kenningar ganga út á það nákvæmlega hvað? Að þegar stofninn er að sveiflast upp, að þá eigum við að gera hvað? Fiskstofn er alltaf að leita jafnvægis. Hann er að leita jafnvægis við fæðuframboðið. Og ef við byrjum á núli, þegar er lítið af fiski og nóg af mat, þá lifa öll seiði. Það er nóg að borða framtíðinni björt og nóg pláss. Og fiski fjölgar. Fjölgar. Þeir þurfa að éta meira. Allt í einu kemur að efri mörkum þar sem maturinn er búinn eða orðið lítið hann. Og þá fer að draga vexti. Og það sýnir sig fyrst í því að nýliðum svokölluð minnkar. Það fer að ungviðið á ekki framtíð og þess vegna kemur lítið á ungum fiski. Stóri fiskurinn, hann fer að horast og maður sér það að holdafari minnkar. Það þýðir það að hann er að deyja eða sem sagt er að stilla sig inn á þessi nýju skilyrði. Nú þeir sem ekki kannski horast, þeir taka upp á því að éta bræðu sína og komast þannig af og eru stórir og feitir og allt það. Þarna er hann að stilla sig inn á ný skilyrði og hann er að draga sig saman. Þetta veldur svo kannski eftir hrygningu þegar mikil orka þarf að fara í hrygninguna þá er það dýrt, hann getur ekki hlaðið upp batteríuna eftir og hann deyr í stórum hluta. Þannig að stofninn fer að minnka aftur. Og þá fer að koma pláss fyrir ungviði, að losna störf, ef við segjum það mannamáli. Og þau að framtíð og þau vaks upp og koma inn sem smáfiskur og svo framvegis. Óskhyggja okkar er svo að þegar þú sér mikið litlu fiski á leiðinni að vaksa upp, að nú er sniðugt að láta vaksa og taka svo. En það er ekki hægt að leggja inn á þann reikning? Nei, það er ekki hægt vegna þess að ef náttúran grípur í taumana, þess vegna þurfum við í uppganginum að halda við fjölgunina til þess að taka uppskeruna. Og veiða þá bara eins og vitleysingar? Já, ekki eins og vitleysingar, veiða eins og fólk.
veiða mikið, veiða mikið. Til þess að uppskera það sem að sjórinn að gefa. Kannski það sem að þú ert að tala að þarna erum við með Ísland, Færeyjar og Noreg. Já. Og í gegnum 50 ár, þetta síðan 1955, í 45 ár. Já, þá sjáum við það hvernig þetta sveiflast. Við sjáum til dæmis Færeyjar mjög reglulega, hvernig stofninn fer upp og niður. Þannig er ég búin að taka burtu sveiflur milli ára, 1-2 ára, skilur við, jafna út. Og langtíma meðaltalið líka tekið burtu þannig að þetta láti sveiflast í kringum 0, eða meðaltal, á hverjum tíma. Og við sjáum hvernig það fer upp og niður og upp og niður og upp og niður og hnígur og rís á víxl. Og ég sá það einmitt í rannsóknargögnum frá Færeyjum að þegar að stofnin eða veiðin þarna sem að endurspeglar af vísustofnin, þegar hann í lægð þá vöxtur góður og mikið innstreymi af ungfiski. Þegar stofnin stór þá vöxturinn lélegur og það engin nýliðun. Þetta sem sagt, þetta tengt sem sagt vöxturinn og nýliðunin tengt, þannig að þegar vöxturinn góður þá góð nýliðun. Eins og ég sagði þann, þá pláss og þá matur. Og öfugt. Hvað þetta, 8 til 10, 11 ára? Þetta 8 til 11 ára sveifla. Og við getum ekkert við henni gert, hún bara... Já, við getum, það eina ráði sem þekkt til að draga sveiflum, það að taka upp hnífinn og skera. Það að sérsta veiða. Þannig en það of seint í rassinn grípið akkurat núna í þessari sveiflu, ekki? Já, það of seint, þú stoppar ekkert sveiflun og hún á leiðinni niður og hún heldur áfram niður. Og hvenær nær hún botni næst? Samkvæmt þínum kenningum? Við veitum það náttúrulega ekki, en ég held að sé ennþá á leiðinni niður 1-2 ár. Við getum skoðað annað hérna plagg sem frá, sem bjóð til 1998. Einmitt þegar hérna allir börðu sér á brjóst og sagðu það að nú hefði tekist að byggja upp stofninn og nú var í bjart framundan og heila svarta línan þetta, það sem sagt stofnstærðin eins og Hafrannsóknastofnun reiknar hann út, súlurnar aflinn. Við sjáum það að súlurnar þær fara þarna niður fyrir aflann, það þegar var 25% regla var tekin og það hafa farið að veiða minni hluta úr stofnunum til þess að fá hann til að stækka. Og þarna stóðum við þarna undir stofnunum, þarna á toppnum, þá var 98 og þá sögðu menn það á að fara þessa bláu línu, þarna framtíðin. En eftir reynslunni, þá gat það ekkert farið svo, það var alla líkur til þess að fara niður eftir rauðlínunni. Þess vegna sagði ég það þá, að við skyldum passa okkur. Og ég meiri sér að varði við, ég skrifaði ráðherra bréf og bent honum á það að samkvæmt þessum niðurstöðum í Færeyjum, þá gæti þetta gerst, það væri hættulegt á þessum punkti að stoppa og við yrðum að fara að gera eitthvað í málinu. Og það var svona óskubennilegt svar, það var umsókn Hafró og takk fyrir og kurteis og blúið og bless. En Hafró sem sé of mikið í tölfræðinni, þeir horfa ekki á líffræðina að þínum mati? Já, það sem kemur frá þeim, það fullt af fólki hérna sjálfsagt sem horfir á líffræðina, en ráðgjöfin tölfræði. Það sagt og var sagt að það hefur verið reiknað út að með því að nýta 25% þá gengur mjög vel að nýta stofnunar mun ganga það alla framtíð. Það stendur bara í þeirra ráðgjöf og hérna, ég spenntur að sjá hvað þið segja í dag. Aðeins að Færeyingunum, þeir hafa breytt kerfi. Ég gerði það eitthvað 96? Já, eftir þessa analýs á þessum Færeyjagögnum, þá hélt ég fyrirlestur í Færeyjum 98 og það var mjög skemmtilegt og þá höfðu þeir 3 árum áður kasta kvótakerfinu. Við sáum það þarna á einum punkti þá var veiðin mjög léleg og þeim var sagt að nú væri alltaf farið til fjandast og þeir mættu alls ekkert veiða því að það að bíða eftir því að stofninn byggðist upp. Og þeir hlýddu fyrst. Svo gerist það að þeir verða varið við mjög mikið af fiski og þá var sagt þið verið að bíða, þið megi ekki taka hann verður að fá að stækka og þetta verður að fá að ganga sinn gang. Þá sögðu nei, við gerum það ekki. Nú förum við bara að veiða. Og þeir hentu þessu kerfi 95 eða 6 og fóru að veiða. Og þá allt í einu fylltist alltaf fiskur sem átti ekki hafa verið til. Og það var toppur í veiðunum, þannig einmitt 98 og ég kem þar og held hennar fyrirlestur og sagði við þá, finn. Mínar rannsóknir sýna það að það allt í lagi, það þarf að veiða til þess að viðhalda stofninum, til þess að halda honum til þess að fara ekki svona stóra sveiflur. Og síðan hafa það veitt og það veit allir hvernig það þeir eru með sóknardaga og ef mikið af fiskinu þá veiða þeir mikið. Og þeim ekki bannað að koma með henni í land, þeir komin með henni í land og það engin skömm að veiða, það ekki ljótt. Og brottkast þá brottkast ekki til nema náttúrulega á fiski sem verðlaust, það hefur alltaf verið gert.
Heldur að verði hlustað á því frekar núna heldur en fyrir 3 árum? Ég á ekkert von á því en það hefur kannski, ef maður segja það að sem fagmaður þá verður maður að halda vöku sinni og maður getur ekkert látið þetta ógert að benda á það sem maður sér er rangt. Það er svo kannski spurning hvort þið tekið mark á því ekki, en við erum konur ansi langt niður. Takk fyrir þetta Jón Kristjánsson, fiskifræðingur.